Ivo Sasek hefur starfað síðan 1982 í fullu starfi sem alþjóðlegu biblíukennari og hefur haldið það bil 2000 fyrirlestara allan heim. Samhliða því rak hann endurhæfingastöð fyrir fíkla, geðsjúka og áfengissjúklinga í mörg ár. Hér við erfiðustu aðstæður rannsakaði með teymi sínu lögmál lífrænnar heildarviðmiðaðar samvinnu. Frá upphafi kenndi Ivo Sasek að mannkynið sé samofin lífvera þar sem að hvert athæfi hefur áhrif á aðra. Eftir endurhæfingatímabilið stofnaði hann trúarhreyfinguna OCG og gerði reynslu sína aðgengilega fjölda fólks. Það kom í ljós að lífrænu lögmálin sem hann kenndi mátti einnig beita á alþjóðlegum grunni með þúsundum manna. Með fjölskyldu sinni sýndi hann í 9 óratorjum hvernig hægt að lifa saman í himneskum samhljómi með sambandi við Guð og með því að fylgja þessum lífrænu lögmálum. Með þessum boðskap varð hann þyrnir í augum ákveðina hópa. Þannig réðust fjölmiðlar frá upphafi á Ivo Sasek með ærumeiðingum, árásum og úthrópunum. Á yfir 40 ára þjónustutíma þurfti hann að þola nokkur þúsund árásir frá ýmsum fjölmiðlum og nokkura mánaða samfelldar tölvuárásir. Ótal aðilar berjast enn saman bitnir af fullum krafti við að kasta rýrð á hann og boðskap hans. En hann lét ekki bugast og stofnaði meðal annars andritskoðunarsamsteypuna AZK, net sjónvarpsstöðina KLA-TV og MOA handboðan. Allir þessi miðlar stefnaði að veita fólki mótrödd við frásagnir megistarumsmiðla sem gerir fólki kleift að mynda sér sína eigin skoðun og taka eigin ákvarðanir. Á KLA-TV hefur hann birt fjölda heimildamynda og fyrirlestra samtímamál sem hafa verið þýddar á alltaf 45 tungumál og hafa fengið hátt í 50 milljóna áhorf. Hann hefur einnig skrifað yfir 20 guðfræðibækur, auk nokkura bæklinga og smárita. Auk þess hefur hann framleitt 10 leiknar kvikmyndir sem leikstjóri og handritshöfundur, þar á meðal 3 stórmyndir fyrir kvikmyndahús. Í fyrirlestrum og kvikmyndum sínum sýnir Sasek alltaf inn rauða þráð heimsviðburðana. Víðtækar rannsóknir og traustar heimildir einkenna Ivo Sasek á KLA-TV. Hann veitir leiðsögnum oft flókna þróun heimsmála og setur hann í skiljanlegt heildarsamhengi. Margir spádómar hans og spár hafa þegar ræst. Viðburði hans og fyrirlestra sem eru reglulega birtir á KLA-TV er nú fyllt af milljónum áhorfenda. Í dag mun Ivo Sasek enn og aftur varpa ljósi á stóran sameiginlegan rauðan þráð sem skiptir gríðarlegu máli fyrir þróun heimsmála. Hér kynnir hann niðurstöður sem áður hefur verið safnað saman af hundruðum starfsmanna í umfangsmikilli rannsóknarvinnu. Kærar þakkir. Þetta var stikkorðið að við höfum verið hérna í mánuðum saman. Takk, kærar þakkir. Þetta er svo frábært. Ég mun fylgja með öllu sem ég get að gefa þetta allt tilbaka. Þakka fyrir ykkur sem eru hvað var kveikt á. Við höfum virkilega glaðst yfir þessum dag og hlakka til hans. Og helvíti hefur bókstaflega unnið gegn því af öllum kraftum. Ég þekki engan stærri mótvind en við þann sem hefur mætt mér nú á 20. annarri ráðstefnunni. Þetta er 20. annað skipti sem ég gerði þetta og það hefur aldrei verið meiri mótvindur í anda, sál og líkama en núna. En það gefur okkur svona líka lætur okkur gruna að hér munum við komast inn í gegnumbrot í einhverja vídd sem aldrei fyrr. Og þetta eru svona forboðar, við þekkjum þetta, svona gengur þetta fyrir sig. Ég þakka öllum
fyrirlesurum fyrirfram sem að eru hérna, allum rattum sem að láta berast. Þið eru virkilega það fólk sem að máli snýst í þessum heimi. Þið eru hetjur þessa tíma. Þið stóðu þessar öldur lítið að ganga yfir ykkur en koðunuðu ekki niður. En við gengum hann í gegn og stöndum hér öll og erum stolt að fá að eyða þessum degi með ykkur. Áður en ég byrja að ég geng inn í þetta, þannig að ég er að klappa. En áður ég hefst á því þema sem ég ætla að tala vil ég vera smá kristilegur. En hérna, ég gerði viðlita ekki en núna verð ég. Að þessum myrkvustu stundum, þar sem maður stundum veit ekki hvernig maður tekur næsta skref og hvernig getur það gengið, hvernig maður getur ekki skilgreint sína eigin persónulegu þarfir, að þetta allt í einu svo mikið. Satt ég einn morgun og svo datt mér Guð í hug og allt í einu áttaði ég mig á því að Guð hefur líka þarfir. Þið veitir að þegar Guð talar þá bara veistu það, að þetta málið. Og allt í einu veit ég að Guð líka hefur þarfir. Við erum sköpuð í hans mynd og þannig sýnir hann ég hef líka þarfir. Og ég vissi ekki hvað getur Guð haft ykkur á þarfir. Og ég velti fyrir mér og bað og leitaði og kom svar frá himnum. Og ég veð bara að setja þetta svona fram. Ég vildi, hvað getur við gert fyrir ykkur? Hvað getur einhver gefið þér? Þú hefur gefið okkur allt. Og allt í einu kom það bara eins og opinberun yfir mig. Guð sagði, já, ég hef eina þörf. Eina þörf. Ég vil að það sem ég vil gefa það áfram. Ég vil gefa mig, ég vil leggja allt það sem að í mér inn í ykkur og láta það flæða þar út. Bara ef ég get gefið þörf minn mætt. Og ég alveg, vá! Og allt í einu stökk ég á fætur. Og fyrsta augnablikinu þegar einhver heyrir svona, það bara frábært maður, Guð elskar að gefa og ég elskar að taka. Þetta bara geggjað. En akkur ég seti þetta bara inn í byrjunina, þið fólk sem að sitja hérna með okkur, þið eru einmitt ekki þannig fólk sem kemur og gefið mér, að sér hvað gefur alltaf, heldur, þetta, Klatífa gefur og ég tek, en þið eru öðruvísi. Þið eru fólk sem kemur til að taka á móti og til þess að gefa áfram. Ég heyri ykkur illa. Já, einmitt, svona. Vitið þið, að það ásaka, við erum ásökuð allstaðir í kring. En nákvæmlega andstæðinni þessi til. Og mín stærsta þörf sem ég hafði í þessum stormum fyrirfram var ekkert annað en það að ég óttaðist að geti ég gefið meira. Og þá ég ekki bara að tala svona fyrirlestar eins og í dag. Ekki peningana mína og húsin mín, að ég geti setti öll að veði að þetta mín dýpsta þörf að geta gefið. Þegar ég gef, þá ég algjörlega tengdur himninum. Svo lengi sem ég get ekki gefið, þá ég helvíti. Allt í einu finn ég að þarna virkar þetta saman. Það komið þið. Og koma svo. En að því að Guð býr í okkur, líður okkur ákvæmlega þannig, ég gef allt og meira, og ég vil okkur að gefa meira og meira. En ég vil ekki gefa dópistanum þetta, skilurðu. Ég vil ekki bara gefa þetta sem að bara dælir í sig æðina og vill bara fá, en gefur ekkert áfram. Ég gef ekki lengur líf mitt til þess. 14 ár hef ég unnið og ekki meðferðarstöð og þetta var alltaf bara áttan, fólk kom til þess að taka og það var bara þá læknað þegar að það áttaði sig á því að það sælla í gefa en þiggja. Og ég happy, Guð glaður, þörfum okkar mætt þegar að fólk
kemur til þess að taka á móti fræi til þess að koma áfram og þið getið séð, leiðu þið farið að gefa þetta og leiðu þið gefið líf ykkar fyrir þennan heim, þá eru þið hamingjusöm, þá eru þið læknuð og þá þörfum ykkar mætt eins og barn á brjósti móður. Já, ég varð að losna við þetta, var að koma þess að brjósti mínu. Þannig að það borgar sig að fylgjast með því sem ég segi. En í dag verðum við að ræða enn og aftur hágráðu frímúrregluna og kannski segir, erum við ekki búin að tala um þetta? Var það ekki nóg? Er þetta efni ekki að verða úrelt, gamalt? Og ég svara, nei, alls ekki. Algjörlega ekki. Við verðum að taka á vandamálinu með hágráðu frímúrregluna uns allur heimurinn raunar bara hvert einasta barn skilur hvað býður okkar ef þessar uppgötvanir og tengst sem fylgir kjölfarið eru ekki hreinarlegar. Ég kalla því á allt fólk jarðar að framkvæma ítarlega rannsókn í dag. Það er nauðsynlegt að kanna hvort að allar þessar sannanir sem hafa komið í ljós séu raunverulega alþjóðleg ógn eða ekki. Hins vegar er ég alls ekki að kalla eftir blindri trú hvað þá ofbeldisverkum. Ég er einfaldlega að leita að vakningu fólksins, meðvitaðri skoðun og eftirliti með öllum þessum sönnunarlegu gögnum sem kynnt eru aftur í dag, því að þau veita réttlætanlegar upphafgrunsemdir sem vekja bara miklar áhyggjur. Í heimildamyndin okkar að Klædd TV, sem hét heimsviðvörun á hæsta stigi frímúrara viðvörundir allra, höfum við sýnt fram á hversu mikið lygi felst til dæmis í fullyrðingu frímúrara að þeir blandi sér ekki stjórnmál blanda, að þeir blandi sér ekki inn í stjórnmál. Og við sönnuðum í þessari mynd að nánast í allir forseta Bandaríkjanna hafi verið í hágráðu eða jafnvel æðsta stigs frímúrarar. Í ræðuminni til þjóðarinnar Heimur í neti frímúrara benti ég á minnstakosti 12 áhrifamikil frímúrarasamtök á heimsvísu. Og það meira WHO og BIS og UNESCO og ESB og Federal Reserve, NASA. En veitir, þessir einstaklingar ekki bara í því að stofna samtök, nei, þeir stýra þessum stofnunum náttúrulega og stækka þær eins og kóngulóarvef með það að markmiði að koma allir í heimsbyggðin undir sína stjórn. Og áður en ég kynni ykkur fjölda annara hágráðu frímúrarasamtaka í dag, vil ég fyrst vekja athygli okkar á miklum grundvallar mun. Við þurfum að gera þetta núna. Og ég vil ekki áherslu strax í upphafi að þessi nýja rannsókn er alls ekki ætluð sem einhver fordæming. Vandamál frímúrarreglunar er ekkert frábrugðin vandamálum allra trúarbragða, kirkna eða þjóðverðnis eða setrúarsafnaða eða kynþáttar, kallið sem viljið. Til dæmis, þegar að Svisslendingur fremur glæp, jafnvel hræðurlega hryðjuverkaárás, verður öllum að vera ljóst að þetta ekki glæpur sem framin af Sviss eða af Svisslendingum. Og það sama á við ef Þjóðverjar, Frakkar, Englendingar eða Bandaríkjamenn fremja glæpi eða Íslendingar. Slíkar aðgerðir veit okkur á engan hátt rétt til þess að fyrirlíta eða jafnvel fordæma alla þjóðina. Jafnvel þótt gyðingur, arabi eða svartur einstaklingur fremja einhvers konar brot, eða jafnvel þótt heilir hópar þeirra fremja alvarlega glæpi, það gefur okkur ekki rétt til þess að láta neina kynþáttafullar athugasemdir falla eða grípa til því aðgerða eins og að þróa algjört hatur gegn hvaða þjóðernishóp sem er. Og sama prinsipp eða meginregla gildir allar kirkjur,
fríkirkjur, sertur og söfnuði, leynifélagi, stjórnmálaflokk og svo framvegis. Allar slíkar stofnanir eru uppbyggðar og skipulagðar eins og fyrirtæki eða stórfyrirtæki, yfirleitt með svona píramídalega uppbyggingu. Þessi grunninum eru þátttakendur, þjónar, fótgönguliðar. Við getum líka kallað þessa grassroot peningastreimisins. Og fyrir ofan þennan grunn eru ýmis stig yfirmanna og eftirlitsmanna og stjórnenda og fyrir ofan þá eru þeir lengra komnir, sérfræðingar og svo framvegis. Og efst í hverju fyrirtæki, í hverju stofnun, en líka í hverju trúarbrögðum, hverju flokki eða settur og söfnuði, hinn er raunverulega höfuðpaurar eða skuggastjórnendur allar starfseminnar. Ef alvarleg brot eru framin í efri stjórnunarstöðum, eins og barnamisnotkun, dóp, smygl eða mansal, leynileg fjárfestinga, vopnasala, helgismiða misnotkun eða jafnvel bara tilrættu mors, jafnvel hvatningu til hryðjuverk og stríðs. Allt þetta mun að lokum komi ljós, en þá megum við alls ekki leyfa okkur að ýta okkur inn í einhvern alhliða dóm yfir alla meðlimi eða samverkamenn. Eins og þeir væru allir glæpamenn. Þetta skiptir mig mjög máli. Ég legg mikla áherslu á þetta strax í upphafi því að í dag munum við skoða raunverulegan hrylling. Grimmdarverk efst í leynifélagi frímúrara og þessum sekt og fleirum, já. En ég segi þetta aftur, þetta verður ekkert með að gera til dæmis þetta frábæra fólk sem að þetta hitti fríi eða ömmu mína, skilur þið. Þú veist, amma mín var mjög trúaður kaþólki, frábærasta kona sem þetta ímyndað sér. En þessi trúfasti kirkjuskattsgreiðandi hafði enga hugmyndum hvað gerist í efri lögum trúar sinnar. Og þess vegna ætti ekki að dæma ástríkt fólk eins og hana á þennan hátt. Og sérstaklega ekki þegar að traustar sannanir komu ljósum að æðstu stigi kaþólsku kirkjunar, Vatíkansins og fleiri, eru tengd djúpt og djúpt dróið í þjónust satanisma. Okkar kærustu vinir sem á einhverjum tímapunktir í opinberiðu sig sem meðlimi lægri stiga frímúrarreglunar, þeir hafa enga grænan grunn hvað gerist á æðsta stigi frímúrarreglunar þeirra sem við erum að tala um í dag. Svo, við skulum aldrei skaða neitt óinnvígðan og velviljaðan og oft afskaplega fórnfúsan einstakling bara vegna þess að æðstu stig þeirra sem eru þátttakendur í grindaverkum. Ok? Ok, og eftir þennan nógu langa inngang skulum við fara yfir í aðalatriði. Eins og ég nefndi, bætir þessi ræða við heimildamyndina 2 sem ég rætti áður hnattræna ógn af háþróaðri eða hágráðu frímúrreglu. Og til þess að gera hana nógu umfangsmikla get ég raun aðeins nefnt almenn nöfn. Ef ég ætti að bæta nokkrum orðum öll svið frímúrreglunar þá værum við öll hérna enn í kvöld. En þið skiljið að hver einasta opinberu sem fylgir studd af því sem við teljum vera traustar heimildir. Og við veitum ykkur ókeypis aðgang að þessum heimildum. Það er mikilvægt að þið heyrið þetta. Það allar þessar heimildir eru með. Svo þið getið alltaf séð að við erum ekki bara að dreifa einhverjum furðulegum fantasíum. Þessi ræða núna, hún byggir á 1000 klukkustunda mjög vandlegri rannsóknarvinnu hjá vel yfir 300 þáttakendum að Klat TV á öllum toga. Ef ég fara að telja það allt upp var þetta 5 mínútur lengra tíma sem þetta tæki. En fyrst skulum við skoða hvers vegna þessi leynilegu hágráðu frímúrregla var talin ógn á heimsvísu. Og við tölum núna af munnum stofnfeðranna og ýmissa æðstu gráðu frímúrara. Við getum heyrt nákvæmlega frá þeim sjálfum að þeir leiði vísvitandi afvega, ljúgi vísvitandi að og haldi eigin þjóð ómeðvitaðri að þeir hafi heitið Satan sér sjálfum. Og það með þeirra markmiði
að koma allir í heimsbyggðinni að lokum undir stjórn og þjónustu Satans. Ég segi þetta bara svona eins og bara svona yfirskrift og gæti það, ég mun getast rökstöðu það. Lygar, blekkingar og villandi aðferðir eru stöðugt verkfæri þeirra, stöðug meginregla og ekki bara undantekningin. Stofnandi skosku æðstugráðu frímúrarreglunar og höfundur einar svokölluðu frímúrarbiblíu sannar þetta sjálfur með eigin fjæðurstaf. Og hérna erum við að tala Albert Pike, frímúrar af 33. stígi, sem var kynntur til brigadier generáls í Bandaríkjunum árið 1861 meðan hann barist í Mexíkó. Pike var kynntur af Abraham Lincoln, forseta Bandaríkjanna, sem sjálfur var frímúrarameistari. Verk Pikes, þessi heitir Morals og Dogma eða Siðferði og kreddur, er aðgengilegt okkur á ensku og þýsku. Á blaðsíðum 104 og 5 segir: Frímúrarreglan, eins og öll trúarbrögð, allir leyndardómar, hermetismi og alkemía, hylur leyndamál sín fyrir öllum nema hæfum eða þroskuðum og viturum eða útveldum og notar falskar skýringar og rangfærslur á táknum sínum til að afvegaleiða þá sem eiga skilið að vera afvegaleitir. Skilið þetta? Þetta prinsip þess að afvegaleiða talar Pike útskýrir hérna nánar á blaðsíðu 819. Bláu gráðurnar eru aðeins ytri forsalu musterisins. Sum táknanna eru sýnd þar vígslu aðilanum, en hann er vísvitandi afvegaleitur af röngum túlkunum. Það er ekki ætlunin að hann skilji þau, heldur að hann trúi að hann skilji þau. Sönn skýring þeirra er frátekin fyrir hérna hæfu, þroskuðu, höfðingja frímúrarreglunar. Hlustu nú vel á. Öll konunglega og prestlega listin var þannig falin í hærri gráðum fyrir öldum síðan. Þetta er ekki flott. Þessir æðstu. Elskiði þá á neðri stigum sem maður veit ekkert af þessu. En fylgist þið vel með hvað þessir efrir eru að gera. Þessi vísindi feluleiku virkar verður ljóst þegar maður ber saman kenningarnar á blaðsíðu 102 í Morals og Dogma við iðkun hæsta stigs frímúrarreglunar. Frá blaðsíðu 102 og áfram skrifaði Pike: Tilvitnun hefst: Djöfullinn er persónugerfi trúleysis eða skurðgoða dýrkunar. Fyrir innvígða er hann ekki persóna, heldur kraftur, skapaður til góðs, en einnig færum að þjóna hinu illa. Hann er verkfæri frelsis eða hins frjálsa vilja. Þeir tákna þennan kraft sem ræður yfir holdlegri eða físikri kynslóð í góðsagnarlegu og hirndri mynd Guðsins Pan. Þaðan kemur geithafur sabbatsins, bróðir hins forna höggorms og ljósbera, eða fosfors sem skáldin gerðu falska Lúsífer góðsagnana úr. Sjáðu, og núna fyrst getur við skilið hvað tákn Baphomets er að gera í aðalsal frímúraramusterisins í höfuðstöðum æðsta heimsráðsins í Washington, D.C. Hvað er hann? Ég ætla að fara aðeins til dýpra ón í þetta með Baphomet, en nú tökum við aðeins að þessari nú snúum okkur aðeins þessari smættandi fullyrðingum að hágráðu frímúrarreglan sé bara afl. Hversu mikið þessi opinbera kenning sé þegar vísvitandi villandi lygi að djöfullinn sé einungis afl, kemur í ljós með samanburðarrannsókn á óopinberri iðkun hágráðu frímúrarreglunar. Hvernig þetta meinta afl er meðhöndlað í raunveruleikanum var skriðaði niður af 33. stigs frímúraranum Arthur Edward Waite í bók sinni Svartagaldur. Á blaðsíðu 244 gefur hann leiðbeiningar hvernig eigi fyrsta skipta kalla Lúsífer, höfðingja allra
uppreisna gjarnra anda. Takið eftir hvernig hann ávarpa djöfulinn sem persónu, en ekki einungi sem afl. Nú kemur Lúsífer kæsari, stjórnandi og höfðingi uppreisna gjarnu andana. Ég bið þig að yfirgefa bústaðinn, hvar sem að kann að vera í heiminum, og koma hingað til að eiga samskipti við mig. Tilvitnun lýkur. Er þetta kraftur eða persóna sem hann að tala við? Og fyrir þessa innvígðu er þetta kraftur, en þetta sér hver sannleikurinn er. Og á síðu 687 í óopinberi leynikenningu frímúrara hleypir Pike kettinum og pokanum og skrifar, fyrir við hún opnað, Guðdómi Gamla testamentisins er allstaðar lýst sem beinum upphafsmanni ílskunar sem sleppir öllum lígaöndum lausum á mannkynið. Þetta er raun og veru tekur texta biblíunar og snýrið þeim á góð. Það var Guðorðin illur og það sem er átt við með þessum óopinberu leynilegu yfirlýsingum sem skráða fyrir okkur af De la Rive í minnispunktum sínum frá 4. júní 1889. Á þessum fundi gaf frímúrarinn Albert Pike af 33. stigi eftirfæri fyrirmæli til 23 æðstu ráða heimsins. Að blaðsíðu 588, segir Pike. Það sem við verðum að segja við mannfjöldan er, við tilbiðjum einn Guð á nokkrar hjátrúar. Við, fullvalda yfirskoðunarmenn, segjum við, þetta svo að þið geti miðlaði til bræðikara 32., 31. og 30. stigs. Frímúrarar trúarbrögðin ættu að vera varðveitt af okkur öllum, vígslu höfum æðri stiga í hreinleika lúsiferskrar kenningar. Væri Lúsífer ekki Guð, mundi Adonai og prestar hans ræjan? Já, Lúsífer er Guð og því miður er Adonai líka Guð. Og hinn sönnu og hreinu heimsbyggilu trúarbrögð eru trúi á Lúsífer sem er settur jafn Adonai, en Lúsífer, Guð ljósins og Guð góðs, berst fyrir vanginni gegn Adonai, Guði myrkurs og ílsku. Tilvitnun lýkur. Sjáðu hvernig búið snúið sig á hvolf? Satanismin stýrir. Frímúrarinn Manly Palmer Hall sem er að 33. gráðu vegsamaði lykil frímúrarins í baráttunni gegn Guði biblíunum orðunum. Þegar frímúrarinn lærir rétta beitingu á krafti lífsorkunar hefur hann á tökum á list sinni. Sjóðandi orka Lúsífers liggur í höndum hans. Tilvitnun lýkur. Við ættum að hafa í huga hvernig í óopinberri framkvæmd æðstu gráðu frímúrar ákalla djöfulinn sem Lúsífer keisara, stjórnanda og höfðingi allra uppreisnargjarnra anda. Tvær athyglisverðar konur í frímúrarreglunni voru ein frægi dulsbyggingur Helena Petrovna Blavatsky, sem stofnaði Guðsbyggifélagið, og Alice A. Bailey sem var gift frímúrara af 32. stigi. Svo síðan nefnda að stofnaði útgáfufélagið Lucifer Trust. Tvær fullyrðingar af Blavatsky í bókinni Leynikenningin á blaðsíðum 71 og 73 hljóða svo: Djöfullinn er nú kallaður myrkur af kirkjunni. Hann var umbreyttur af kirkjunni í Lúsífer eða Satan og gæti þetta vegna þess að hann er æðri og eldri en Jehóva eða Jahve og það þurfti að fórna honum fyrir nýju trúarkenninguna. Svarta hvítu. Djöfullinn er eldri og æðri en Guð biblíunar sem að segir að hafi skapað himinn og jörð. Það er ekki að tala Jehóva, en Jehóva og Jahve er það sama. Jehóva eða Elohim í dulrænu skilningi sem Elohim er einnig höggormurinn eða dreki sem tældi Evu og drekin er fornt ták fyrir stjörnuljós sem er viska ringulreiðarinnar. Nýr heimurinn er í ringulreið. Og Blavatsky var þáttakandi í að frímúrar satt í stúkunum sem sittar í bakgrunni. Nú sjáu þið greinilega úr hvaða átt þessir nýju guðlastarri gegn Jahve eiga uppruna sinn.
sem að dreifa sundrung milli okkar upplýsingafólks. Þetta lúsiferiska leynifélag málar ekki aðeins Guð Gamla testamentisins upp sem djöful, heldur einnig Jesú Krist og kristna trú í heild sinni. Í stuttu máli allt gott, lýst illt, og allt illt, lýst gott. Rétt verður sífellt meira lýst yfir sem röngu og rangt verður sífellt réttara. Nú getið þið skiljið hvernig allt í gangi þetta út í heiminum. Hér stöndum við í vöggu níhilismans, kæru vinir. Þetta uppleist allra viðurkenndra virða og það engin furða þó að í annarri bók leynikenningarinnar á blaðsíðu 215 sé hægt að lesa tilvitnun hefst. Fyrstu kristnimennirnir sem rændu gyðingarna biblíunni sinni skildu svo lítið dulrænu merkingu hinna 4 kafla fyrstu Mósebókar að þeir skildu aldrei hver óhlýðni var ekki aðeins ekki synd, heldur að höggormur var í raun Guð sjálfur sem ófis, sem logos eða berandi guðlegra skapandi visku, kendi mannkyninu að vera skapara sjálfur, tilvitnun lýkur. Sjáðu hvernig búið að snúsa við? Í fyrsta bindi leynikenningunni blaðsíða 415 orðað svo: leið og við höfum lykilinn að fyrstu Mósebók í höndum okkar, það vísindaleg og tákgræn kabbala sem opinbera leyndamálið. Hinn mikli höggormur í Edingarðinum og drottinn Guð eins. Tilvitnun lýkur. Ég ætla að taka sama þessa opinberu kenninguna fyrir lægri stig frímúrreglunum með orðunum hins hágræðu dulspekings Blavatsky. Tekið saman úr þessum textum sem heimildi fyrir neðan, sjáðu þið. Nú bara svona stikkorð. Opinberlega stendur Lúsífer fyrir. Opinberlega stendur. Fyrir þig og þetta lægri stigin. Hann stendur fyrir því frjálsa líf, hugsun, framfarir, siðmenningu, frelsi, sjálfstæði, bræðralag. Í óopinberu kenningurinni verður djöfullinn hins vegar hinn sanni Guð, ljósberandi logos og höggormurinn af frelsaranum. Þetta raun og veru, þið getið fundið tilvitnina þetta fyrir neðan. Og Satan Guð planut okkar punktur. Allt gefið upp fyrir neðan. Allt tilvitnanir frá hágráðu frímúrurum. Og jafnvel með þessum takmörkuðu bakgrunnsupplýsingum skiljum við nú hvers vegna sjálfskipaði satanistinn Albert Pike skrifaði eftirfarandi til leiðtoga Illuminati-reglunar þann 22. janúar 1870. Tilvitnun hefst: við verðum að skapa ofurathöfn sem verður óþekkt og til hennar munum við bjóða frímúrurum á háum stigum, þar segja 30 og æra, sem við munum útvelja. Hvað varðar bræður okkar í frímúrreglunni, þá verða sem menn að vera skuldbundnir ströngustu leynd. Með þessari æðstu athöfn munum við stjórna allir í frímúrreglunni sem mun verða ein alþjóðleg miðstöð en öflugri vegna þess að forysta hennar verður óþekkt. Tilvitnun lýkur. Ef þið heyrið einhvers staðar að þetta séu falsanir, þetta alls saman fölsun. Hvernig gæti að varið sér öðruvísi? En við höfum þessa hluti svart á hvítu og við bara getum fært ykkur þetta bara í brettum. Og við getum haldið áfram með slíkar yfirlýsingar og svipaðar þessum fram á kvöld, en tímans vegna skulum láta þetta duga og skoða með því að nota dæmigerðustu frímúraramerkin hvernig þessi æðsta helgiathöfn sem satanistinn Albert Pike skapaði hefur náð alþjóðlegum áhrifum á öllum stigum samfélags okkar. Og það sem hann ætlaði að gera, hann setti það í framkvæmd og óháð því hvað opinberi heimurinn ranglega skilur með þessum táknum, þá hefur séð allavega hvað andan sem að óopinbera liggur á baki. Og eins og áður var sagt, alla leiðir liggja til Rómar,
þá liggja auðvitað öll frímúraranerki að leiðum að eftirsóttu heimsíður að Lúsífer stjórnanda og höfðingja allra uppreistaranda. Og nú sný ég mér aftur að þessu þekkta tákni Baphomets. Þetta tákn var líka notað af hásetta frímúrarunum Aleister Crowley og nú sjáum þið æðst setta frímúrara hérna og þeirra snýst blóðfórnir og stríð og barnafórnir. Hann var meðlimur í hermetísku reglunni gullni döguninni. Hann var yfirleistu satinisti og dulsbyggingur sem jafnvel státaði sig af því að vera dýri stóra 666. Í bóksinni Magic and Theory of Praxis, hugmyndafræði galdra og framkvæmdira, gefur hann leiðbeiningar töfra athafnir og mannfórnir. Nú byrjum við að kíkja á þetta almennilega. Tilvitnun hefst. Blóðfórn hefur alltaf verið mest metni þáttur galdra. Til þess að ná sem mestum andlegum ávinningi verðum að því að velja fórn sem býr eftir mestum og hreinustum krafti. Karlkyns barn með fullkomið sakleysi og mikla greind fullnægjandi og viðeigandi fórn. Í næstum öllum tilgangi mannfórn best. Tilvitnun lýkur. Í 4. bindi bókaflokksins Galdrar í kenningu og framkvæmd, blaðsíðu 88, lýsir hann hvernig öll planetan verður að vera böðuð í blóði. Skiljið? Þetta mikla stríð verður að heyja vegna þess að það mjög þýðingamikil töfra aðgerð. Slíkar órefsaða sataníska játningar frímúrara gefa skyndilega hríðuverki árásum, stríðum, pláum, barna, ráni, farsóttum og allsins hnignun alveg nýja vídd. Skiljiði? Nú þetta einhvern veginn orðið lógist það sem að gerast. Fyrir slíka spillta leiðtoga heimsins virðist grundvallar eyðilegging heimsins ekki vera annað en nauðsynleg, eftirsótt og jafnvel fórnarathöfn sem Satan krefst. Einfaldlega sagt þýðir þetta að fyrir heimsleiðtoga af þessu tagi væri jafnvel þriðja heimsstyrjöldin ekkert annað heldur en mesta fórnarathöfn sem nokkuð tíman hefur verið framkvæmd til heiðurs Lúsífer, Satan og djöflinum. Og alls konar, satanískar athafnir og mannfórnir frá nútímanum og aftur til forna endurspeglast í Baphomet dýrkuninni. Og þetta eru þau atriði sem ég reyna að kanna með ykkur í dag. Eru þið tilbúin til þess? Strax árið 1098 á meðan umsáturinn Antíokkíu stóð tengdi Anselm frá Ribemond Baphomet við fyrstu krossferð sína. Þetta Baphomet-net hefur þó alltaf verið hulið af almennum fjölmiðlum okkar. Þess vegna verðum við að tala það núna á 20. ACK. Það sem fjölmiðlar hafa alltaf afdráttarlaust falið fyrir okkur og það sem ekkert réttarkerfi hefur viðurkennt, refsa tilhlýðilega, eru alþjóðlega samtengd frímúrarakerfi sem því að þeir leggja fjárhagslegan grunn að þessum sértrúarsöfnuði og gefa honum mannúðlegt að ekki sé minnst á guðrækilegt yfirbragð. Peningar þurfa fyrir alls. Byrjum þá á grundvallarathöfnum og vinnum okkur eins beint og mögulegt að uppbrunna þeirra. Allt félagið þeirra gerir bókstaflega ekkert annað heldur en að hitta sér leyni, merkja hvert annað með leynilegum táknum og stöðugt styðja þannig hvert annað. Þessi tákn bara einfölduð bara þýða kaupi hér og hvergi annar staðar. Í stríðstímum þýða þessi leynilegu tákn ef þið sjáu eitt af þessu á húsi mínu
verið að þyrma mér því ég tilheyri hópnum. Og þegar kemur að hvaða starfi sem ef ég sé þetta merki, eða ef þið sjáðu þetta merki, þá veljið þið mig og aðeins þá sem eins og ég í pólitík. Já, litlu kveðurnar sínar með þessum litlu handatáknum og dóti. Í raun og veru þegar kemur að við upphefum aðeins okkur sjálf. Þeir sem bera merkið skuldbinda sér til að vera alltaf hver öðrum til hagsbóta og gagnkvæms ávinnings. Þeir sem bera ekki merki okkar, sem tilheyra ekki leynifélag okkar, verða að vera í óhagstæðu ástandi. Þannig gengur þetta. Þrátt fyrir það eru engar og samt eru engar samkeppnisþóknanir fyrir neina á sviknu, ekki fyrir humorunum, þvert á móti. Ef ég sett kaffið mitt aðeins á ódýrt á veitingastaðnum, þá mun ég fá samkeppnisnefndir á bakið. Samt símir samanemnd engan eldmóð þegar við erum að tala þennan sjálfselska hagnað frímúran í milljörðum. Þú munt læra hversnig það svona síðar í þessari sömuræðu. Ég bara lofa því. Í stuttumáli, yfir aldir hafa þessi gagnkvæmu hagsmunir með frímúrana algerlega útilokað meiri hluta allra annara keppinóta utan frímúrreglunar. Þó að allir eigendur lítilega fyrirtækja standi frammi fyrir tafarlausri refsingu eða vilja hagnast fyrir sjálfan sig með leynilegum samningum eða mútum, þá leyfa réttarkerfi okkar einfallega frímúrreglun í heild sinni að starfa refsilaust og á heimsvísu og það hafa þau gert í aldir. Þó að stundum hafi verið saksókn og eitthvað bannað og þessum leynifélagum jafn verið burtvísað, hefur eðli frímúrreglunar alltaf reynst þrautsegt og óútrýmanlegt og þessi eitraða jurt balsamína. Hættan er við þetta ágenga eðlunar hún útrýmir innlendum plöntutegundum og jafnvel skemmir heilu árbakkana með grunnu jórdakerfið sínu sem leitið til jarðvegstæðingar. Og frímúrreglan svipuð því að þetta rótarkennt leyndamál hennar nær inn í alla ríkisstofnanir og menntastofnanir og allskynsstofnanir. Og þetta faldanet, það verndar sig. Meðlimirnir þekkja hvern annan á leynilegum táknum sínum, svo sem handa- eða fótamerkjum, augnaráðum, fríhyrningum, hornatáknum, kongulóvef sólartáknum, tölum eins og 3-2, jafnvel hauskúpum, krosslöðum bænum píramídatáknum og mörgum öðrum bandalagstáknum. Og ég segi ykkur aðeins hugrökk sameining allra bákstæðra þjóða ásamt sjálfstæðum öryggissveitum, lögfræði, þjónustu og dómskerfi ómenguð af frímúrreglunni getur stöðvað þessa heimsvísu spillingu. Og að þetta sé ekki bara samsæriskenning, heldur gallhörð samsæris staðreind má auðveldlega sjá af eftirfarandi grein. Hér yfirlit yfir leyndamál frímúraramerkja og þessara obeliska sem eru kallaðar broddssúlur. Það birtast allstað. Þessi leynisamtök eru svo öflug og svo allstaðanálegt að mjög auðvelt að missa sjónar á skóginum fyrir eintómum trjám. Með þessari alþjóðlegri stöðlunarvinnu sinni gátu þau komið sér fyrir án vitundar heilu þjóðana. Ég vísa hér enn og aftur til leyndamáls obeliskana sem klætt í teimi okkar gátu ljósmynda yfir 1000 obeliskur í 122 löndum á aðeins nokkrum dögum, þar af 600 í Sviss einni. Þú getur séð lítið úrval af þeim í bakgrunni. Og þau eru búin að lesa allan listan. Allstaðar hérna eru löndin. Og hér langur listi af löndum og svo 30 önnur.
Þessi hópur svo mikilvægur að þeim heimilt að setja upp píramíta og obelesku tákn sín út allan heim. Á lestarstöðum, brúm, póststöðum, dómshúsum, á efstu stjórnarbyggingum og alríkishöllum, við borgarhlið, fangelsi, lögreglustöð, herstöðvar, á þorpstorgum, á ráðhúsum, háskólabyggingum og ríkisskólum, í leikhúsum, listasöfnum, bæjarhúsum og ríkisskrifstofum, á þorpsbrunnum og frá Mainz til Kína, á Tiananmen-torgi, á kastölum og kastalatorgum við stríðsminnismerki og minnismerki, við kirkjum og kirkjutorf frá Péturskirkjunni í Vatíkaninu til Péturstorgsins í Rússlandi, klausturum, göngustígum við vötn, hringtorgum, dómkirkjum, frímúrurum, sjúkrahúsum, jafnvel bankabyggingum og aðþreyingagörðum, í spílavitum, í kirkjugörðum, atvinnuhúsnæði og kastölum og ótal öðrum stöðum. Vitið þið, fyrir slík mannvirki og risavaxin minnismerki eru milljónir greiddar árlega. Viðhaldið eitt og sér fer yfir 100.000 svistingar franka á ári og þannig það ykkur peningar að það baki. En auk brottsúlunar eða obeliskunar hafaði mörgunuták. Píramídin sérstaklega mikilvægur. Þar sem hann myndar topp allra brottsúluna eða obeliska. Píramídin með svona brum á toppnum sýnir sólar hieroglýfur. Þetta tákn rísandi sólar má finna allstaðar í kirkjugluggum, framhliðum kastala, bankum, bóagáttum, brúm, borgarhliðum, turnum, stjórnarbyggingum, atvinnuhúsnæðum og á hurðum. Og bandalagstáknið finnst allstaðar, frá kirkjum til brúa, til bönkum, dómshúsa, lestarstöðum, atvinnuhúsnæði til listasöfnum, kastala. Og þetta allsjáandi auga Hórusar, tæki eftir þessu nafni Hórus, ég tek ykkur alveg inn í fornöldina, þar sem það byrjaði allt saman. Allsjáandi auga Hórusar, Kongulóvefurinn og tákn jarðarráðsins, Venusarskélin, áttavitin og ferningurinn, þríhyrningurinn Ísis, menn tæki líka eftir því, kallum Venus, Templarakrossin, súlarnar tvær Jóas og Jachin, franska liljan, dæmigert elítutákn, jafnhliða keltneskur kross og öglan, hauskúpa með tölunni 322, Dagonhatturinn, heiliki gralinn, hermistafurinn tvöaldavaffið, frímúrara musteri, innihalda ekki ósjaldan öll þessi ták saman, einu svona musteri. Og stundum svona sameiningar, þríhyrningurinn oft sameinað sólatákninu, auga Hórusar, eða eina af þessum öðrum mikilvægi táknum. Æðri hérastómar Saxland, Anhalt og Mannheim bera sömu táknsamsetningar og til dæmis Hallarkirkjan í Mannheim eða Jesúitakirkjan, sem ekki skrítið þar sem að páfadæmið og jesúítarnir eru djúpt fléttaði frímúrreglunni. Hægt var að telja upp heilu hópa frímúrara presta af öllum gerðum, en það væri kannski of langt gengið. En dómkirkjan í Würzburg með sömu tákn og til dæmis Óperúsi í Frankfurt, lögreglustöðin og listsafnið í Bremen. Allar samsetningar byggðist í kirkjugörðum, borgarleikhúsum, héraðsdómstólum og ráðhúsum. Sömu samsetningar finnst í kirkjum, kanslarahöllum, aðalestastöðum, söfnum, kasturum, hótelum og alls konar atvinnu. Leyndardómur obeleskana að finnast í öllum 12 þemum Klan-TV. Sömu táknir birtast á svipuðum byggingum allan heim. Það engin munur á pósthúsum, borgarbyggingum, stjórnarbyggingum, alls konar viðskiptabyggingum, dómkirkjum eða lögreglustöðum. Alltaf og allstaðar það sama. Hvort heldur það í kortgeymslun eða lögreglustöðin í Bern, í rússneskum kirkjugörðum til aðalvarstöðurnar í Úraníu Zürich, frá íbúðarhúsum í Würzburg til aðalráðuneytisins í Vín, frá dómkirkjunni í Passau til dómkirkjunni í Kazan í Sankti Pétursborg. Tákn leynifélagana fylgja okkur á hverju strái, en enginn segir okkur á hverju.
Ég segi ykkur, það er ómögulegt að fá heildaryfirlitir allar óbeleskur allar heim. Þúsundir hafa bæst við á síðustu áratugum einum. Og þar að auki koma margar svona svipað, eða svona skildar óbelesk líka byggingar komið fram allan heim. Hér er rannsóknarmyndir frá kreatífu teymunum okkar. Á nokkrum dögum ljósmynduðu áreinslulaust 1026 óbeleskur í 122 löndum. Með því að gera þetta uppgötvum við áður óþekkta píramída í vel yfir 30 löndum, eins og þessi bakgrunni. Þar meðal í Afríku, Egyptalandi, Súdan, Mali, Miðausturlöndum og Asíu allstaðar, Írak, Íran, Kína, Kambódíu, Norður, Miður og Suður-Ameríku, Belize, Guatemala, Honduras, Mexíkó, Perú og alla Evrópu. Þar meðal Fraklandi, Grikklandi, Ítalíu, Spáni og meðan á þessum rannsóknum stóð rákustu meiri sig á hinn góðsagna Babelsturn. Talandi píramídina, sko. Ég held bara að píramídi væri bara í Egyptalandi, það er bara víðs fjarri. Hann var nefnilega ekki kringlóttur eins og okkur hefur verið kennt. Svona lítur Google Earth grunnurinn út, sem fornleifafræðingurinn Koldewey gróf upp vandlega í 18 ár. Jafnvel tímalína heimsöguna frá 1890, tekin úr Viktoríu tímarits veggjakorti, sýnir Babelturnin sem risavaxna óbelísku. Það sem áætlað var að toppurinn turnsins væri í skýjanum, hefði loka form hans litið út eitthvað neginn svona, eða svona. Nú, varandi verkingu óbelískunar eða brottsúluna að finna eftirfarandi eldfimmar upplýsingar. Í íslam er hún, hvort sem þið trúið því ekki, ímynd djöfursins sjálfs. Í lok hverja Hajj pílagrímsferðar til Mekka fer fram grýtingarathöfn gegn þessum djöfli. Og hér er hann grýttur af meira en 3 milljónum múslíma frá öllum heimshornum. Spámaðurinn Múhameð kom þó á fót þessari athöfn strax árið 630 eftir Krist. En nú verðum við að fara 1670 ár aftur í tímann til akadísku forn Babylon. Þar liggja nefnilega hinnar sönnurætur frímúrreglunar sem við erum að tala í dag. Það er mjög mikilvægt að þið skiljið þetta bara út af heildarsamhenginu. Þessi brottsúla sem var upprunalega einhyrningur var tilenguð babylíska sólguðinum Shamash. Djöfullinn kemur aðeins við sögu á hærri stigum þar sem maður á að helga sál sína Lúsífer, ljósberanum. En jafnvel þá voru fórnir fúslega færður honum, helst börn. Þaðan kemur þetta náttúrulega. Og börn voru, já, helst, hvað voru við að heyra á hann? Bara helst stráka. Og 8 milljón börn er að tínast árlega í heiminum. Nú, veistu hvað þetta færi? Meðal annars náttúrulega. Óbelískur er því meira en bara skrautlegi steinstólpar. Sólardýrkun og mannfórnum var þó ekki beint að sólinni sjálfri, þar sem að hún var talin einungis skuggi af stjórnandarinn Nimrod. Þetta var bara svona að var þetta kent í gamla daga. Getur maður náttúrulega ekki kent fólkinu, en rétt eins og Nero í Róm lýsti sig Guð og krafðist tilbeiðslu, lét Nimrod, fyrsti sataníski stjórni Babýlonar, sjálfur tilbeiði sinn sólguð allt árið 2300 fyrir Krist. Hann kynnti upprunalegu Lúsífersdýrkunina sem enn er stunduð í dag af dulrætum valdaelitum svokallar nýrrar heimskipunar. Óbelískan er líka fallist tákn.
Með öðrum orðum, lúsíferskur sekt eða setúasöfnur ýtir með kynlífi og djöfullinn birtir sínum heimsbyggðaráðum þannig ýtir þeim þannig áfram. Óbelískotnum þjónar sér loftnið þeirra til að ná töfra áhrifum á fólk. Kúlan ofan á óbelískinum boðar heims yfir að Lúsífers. Nimrod Lúsífersdyrkunin breytist þannig út frá Babýlon allan heiminn. Og við spyrjum bara hvernig gat þetta gerst. Og svo við förum aðeins á svona hliðarspor, var raunverulega mikið syndaflóð. Er einhverja sannanir fyrir því? Og hvernig varð þessi víðtæka útbreiðsla Nimrods möguleg? Hvað hvatti hann áfram? Hver var þetta? Samkvæmt fyrstu Mósebók var 10. kafla var Nimrod fyrsti dulsbyggingahöfunginn til þess að lýsa yfir algjöru stríða hendur Guðs himins og jarðar aðeins 50 árum eftir flóðið. Guð óvinnur 50 árum eftir syndaflóðið var strax byrjað að tala Guð sem andstæðing mannkyns. Flóðið sem í staðfest í Biblíunni einnig lýst skýrt í mörgum menningarheimum allan heim, svo sem í þessum súmerísku Gilgamesh-kvæðum, arkadísku Adrahasis-kvæðum og í mörgum menningarheimum frá múslimskum til kínverskum og svo framvegis. Nimrods sneri aftur til dulspyggilegra tengsla sinna við yfirnáttúrulega krafta sem eru þekktir sem helstu upphafsmenn flóðsins. Þið þekkið að Guð fór í samband við mennina. Í samvinnu við dulspyggilega félaga sína sór hann hefnd við Guð. Þessa föllnu engla sem talaði og lýsti í Biblíunni. Og bíbélosturnin þeirra var ætlaður til þess að ögraga öllum framtíða Guðum og öllum flóðum. Sólardýrkun hans lofaði vernd fyrir hverja komandi kynslóð. Þannig hófu Nimrod og eiginkonars Semíramis upp í stöðu himinsins Guða sem allt til þessa dags gegnsýra og svo på öllu öðru burt. Frá Babýlon til Myndland til Fort-Persíu, Egyptaland, Líbíu, Gríklands, Rómar, germanskra ættbálka og jafnvel til okkar tíma. Til að hefna sig á þessum flóðguði lýsti Nimrod sig Guð og honum tókst að koma á fót dýrkun sinni meðal allra þjóða. Og rétt eins og Guð Biblíuna ber mörg nöfn, fekk Nimrod einnig mörg nöfn í öðrum menningarheimum. En þetta snerist alltaf miðlæga dýrkun hans sem miðpunkt. Og ef þú vilt vita hvernig, þú veist, Jesús til dæmis kallaði Jesus og Jesus og þú veist, í babylonsk menning tók hann upp svo Óannes, meðan hans í Egyptalandi hans þekktur sem Ósíris. Í grískri menningu var þetta sem Krónos eða Seifur, sonur Krónusar, einnig sem Herkules, það að segja Nimrod risinn eða Nebrod, svo aftur sem Basareus eða Dionysus, sem vinguðinn, sem Fóruneus, fljótsguðinn, Berósus, eldguðinn. Í sýrlenski menningu var Nimrod að Dagón, í Ísrael Kanaan var þann að Baal, eins Baalstjónusta með blóð og barnafórnum. Í rómverskri menningu var Nimrod að bæði Saturnusi og Bakkusi. Í gemraskri að Belus, í spænskri menningu að Heroe. Nimrod og eiginkonas Semíramis táknuðu góðfræðina þar að segja alla guði þjóðarinnar. Nimrod táknar stríðsguðinn og eiginkona Semíramis ástarguðina. Þú getur nú auðvitað byrjuð Semíramis, ég valdi að tala hana og laði mér að kynna þér aðeins nánar. Hver hún? Hver nákvæmlega var hún? Og hver var söguleg þróun nafns hennar? Semíramis var upphaflega eiginkona Kús, barnabarns Nóa. Það sem að Kús var líka uppreisnarmaður var hann drepinn
og sundur limað líkans var sent sem fælingamáttur til allra nærliggjandi borga og þjóða. Kona Semiramis dreif þeim orðrómi að Kús hefði stigið upp til himins og orðið eitt með sólinni. Á daginn stýrði henni að réði frá himninum og á nóttunni frá undirheimunum. Hún var vændiskona og þessi vændiskona Semiramis fæddi síðan óskilgetinn son sinn Nimrod. Þá hélt hún því fram að hann væri endur holdgun guðgerðs eiginsmann síns sem hefði snúað aftur sem frelsari mannkynsins. Semiramis giftist því eigin syni Nimrod. Síðar var hún einnig upphafin til stöðu gyðju í öllum þjóðum eftir að hafa stigið upp til himins og er til þessa dags dýrkuð sem guðsmóðir eða himnadrottning. Sjáðu? Og síðan þá hafa fylgjendur Nimrods í öllum menningarheimum skipt út fyrir siðum og myndum fyrir sínum eigin. Til dæmis hefur jólatréð eða páskadýrkunin með páskaskinkunni sinni, allt frá Babylon, verið einstakt tákn fyrir Nimrod, hinn myrta og upprisna. Dulræn þýðing Nimrods hefur alltaf verið svo sama. Rétt eins og Nimrod fekk marga guðdómlega titla, fekk Semiramis einnig ýmis gyðjunöfn og útlit í öllum menningarheimum. Kíkjum aðeins á það. Nafn og form Semiramis breyttist gegnum söguna eftir eftirfarandi hátt. Í Babylon var hún fyrst kölluð Semiramis, himnadrottningin. Síðar í Babylon var hún Rea eða Ístar. Í Líbanon var kölluð Astarte, í Egyptalandi Ísis eða Hathor, í Assýríu varð hún að Beltis, í Föniku Astarte, í Greiklandi var hún kölluð Afrodíta, í Róm Kybele, Díana eða María. Hérna trúa venlega embættismenn kaþólsku kirkjunnar og reyndar allt óvígt fólk í heiminum, en að þessi kona með barn í fanginu sé María móðir Jesú. En þetta er Semiramis sem María gyðja skógarins. Hún var gyðja í skóginum. Í Indlandi er hún kölluð Isi eða Devaki, Kína Hengo eða Matsopo, í Mexiko Coatlicue, í Skandinavíu Frigg eða Freyja, í frímúradýrkum var hún líka móðir jólanna. 1000 ára fyrir fæðingu Jesú héldu Babylon menn upp á 25. desember sem afmælisguð sólarguð síns Nimrods. Semiramis, ekkja Nimrods, var móðir hans. Hún hélt í fram að hún væri himnadrottningin og hún fekk fólk til að trúa því að sonurinn sem hún fæddi 25. desember hefði verið getinn af geislum sólarinnar. Það er að segja eiginmanni hennar. Og þess vegna var hann kallaður Damutsi, sonur sólarguður. Þetta barn var friðapersan í þessari uppspunnu guðdómlegu þrenningu. Þegar Tammuz var drepinn út af einhverju viðarkubbi, hélt Semiramis því fram að blóð hans hefði valdið því að grænt tré yxi á einni nóttu. Þetta tré var síðan þetta fræga jólatréð okkar til, þannig að þið viti ekki alveg hvað þetta er að gera inn í stofu hjá okkur á jólinu. Sumsagt til heiðurs Tammuz. Þessi tréóbeliska, sjáðu þið formið, þetta er líka mjög áhugavert, hafði því aldrei neitt með Jesú að gera. Jesú fættist löngu fyrir 27. desember. Þar fyrir utan. Í Babylon hét þessi sonur fyrst Damutsi. Hann var einn heiðni Messias, síðar í Babylon Tammuz, í Ísrael og Líbanon einnig Tammuz, í Egyptalandi var hann Ósíris eða Horus. Ég sagði okkur það áðan, takk eftir þessu. Í Assýríu Herkules, í Föniku Bakkus, í Greiklandi Dionysus, í Róm Attis, á Indlandi Krishna, í Kína Yi, í Mexiko Quetzalcoatl, eitthvað? Nei, þannig að þess ekki. Quetzalcoatl.
ef við náðum ekki þessi á upprunamálinu, þá, og í Skandinavíu var hann að Balder. Í alþjóðri yfirferð yfir þróun þjóða segir opinberunarbókinin, 8. kafli, ég ætla að kvita Biblíuna, hún tekur alla myndina, allan undirgrunn uppreisnarinnar, hún kallar það Babylon. Líka Róm var meðal þessara var hérna þeir kristna fólki sem var hérna offsótt, kallaði Róm Babylon. Og hvaðan þessi saga kom og var alltaf raun og veru svona leyninafn fyrir þennan setur og söfnum sem vildi stýra allum heiminum. Og þessi opinberun 18 sem var bara fyrir tæpum 2000 árum síðan. Babylon, auk þess voru aðalsmenn þínir miklir kaupmenn jarðarinnar. Með galdri þínum og lyfjum hafa allar þjóðir verið blekktar. Hversu mikið þessi dómur Guðs á endaloka tíma að gera með öllu því sem við höfum séð hér? Við spurjum hverjir þessi babylonsku kaupmenn í dag sem blekkja allar þjóðir með galdri sínum. Og náttúrulega galdri sínum og lyfjagjöfum. Við segjum samkvæmt rannsóknum okkar þetta dulrúnu frímúrarnir og þeir sína opinberlega ták sín. Hof þeirna eru fulla satanískum táknum bæði innan sem utan. Hágráðu satanistinn og frímúrarinn Crowley listi því fullkomlega með þríhyrningnum, hattinum og gerir hann sýnir hann sig. Pólitíski satanista leika sig með ták sín, jafnvel í skipulækningu borgarskipulagi og vegabréfum. Þetta í raun og veru ansi mikið út allt. Þið sjáu þetta í myndinni, þetta er Baphomet. Hann táknar þessa níhilísku kynjaáætlun sem þýðir upplausn allra kynja, karl, kona, geit, vængjuskepna, allt í einni persónu. Þetta er afturhvarf til sodomist samræðis, transkynhneigðar og dulspíkilis kynlífs. Skelin táknar Seriamis sem sjáaugyðju, einnig þekkt sem Venus, Afrodíta og mörgununa. Hún var líka vopnuð karldrepandi verndargyðja, feministi og verndargyðja vændiskvenna. Hún var tákn óheft frelsað kynlíf og klámfengna girnd. Lúsiferiska sálatáknið allstaðar allan heim og á rætur að rekja til miðstöðu eins og Hvíta hússins, búsetu forsætisráðurinn í Englandi, Vatikansins og jesúíta. Þau bera öll lúsiferiska sólguðstáknin Nimrod. Bandalagsstrengur þeirra og net tákna samsæri að fanga alla heiminn í babylonska netinu. Og eins og við munum sjá, upplifja griparmar þessa leynifélagskolkrabba sannarlega allar nauðsynlega stjórnstöðvar stofnunar lífs okkar í dag. Þeir stjórna menntun okkar, heilsu og læknisfræði, þeir stjórna trúarbrögðum okkar, hugmyndafræði og menningu, stjórnmál okkar og hagkerfi, vísindum okkar og tækni og svo framvegis. Meðal hættulegustu griparmana hernaðar og iðnaðarfléttan þeirra og þetta falska réttarkerfi sem það þröngað upp á okkur. Hins vegar virðast fjölmiðlar þeirra vera hættulegasta afl allra armana. Þessi fjölmiðlar mynda miklu meira en bara arm kolkrabans, þeir eru hluti að höfði hans og bein tenging við þessa gráu hátignans. Þeir blekkja okkur þjóðirnar allan heim með blekkingu hver fjölbreytni fjölmiðla sé mikil, en þetta augljóst lygi. Eins og ég sagt í mörg ár, sameinast allir fjölmiðlar, hvort sem það eru útvarp, sjónvarp eða prentmiðla, að lokum á eina frímúrara hönd. Og hér
dagan af þessari fjölmiðlaeinokun. Þetta er ýmislegt sem að bæti við hérna. Faðir allra fréttastofnana er Havas. Franski rithöfundurinn Honoré de Balzac skrifaði í lok 18. aldar, þetta er bara meða 19. öld. Skilurðu nú aumkunarverða einsleitni erlendra frétta í öllum dagblöðum? Allir líta fréttirnar sem herra Havas meistari prentsins sendir þeim, hvítar, grænar, rauðar eða bláar. Í þessu tilliti er aðeins til eitt dagblað gefið út af honum sem öll dagblöð sækja upplýsingar sínar úr. Tilvitnun lýkur. Eftir valdarán frímúrara Napóleons árið 1799 jókst fjölgi frímúrarastúka í Frakklandi úr 300 í 1220 á 10 árum. Frímúrarreglan var mjög áhrifamikil og að þessum tíma undir stjórn Napóleons það var sem að Havas hóf störf á sviði blaðamennsku. 1835 stofnaði Charles-Louis Havas, það sem nú er elsta fréttastofa heims, og þaðan hafa 4 öflugu stofnanir sem við þekkjum í dag sprottið. Havas var fjármagnaður og naut mikillega vinsælda frönsku ríkisstjórnarinnar undir stjórn frímúrarakonungsins Lúðvíks I til að stjórna áróður fyrir stjórnvöld. Frímúrar auðvitað. Áhrifamesti bankastjóri Frakklands á þessum tíma, sem einnig hafði töluvert valdi við frönsku ríkisstjórninni, var frímúrarinn James Meyer de Rothschild. Sem ráðgjafi og trúnaðarmaður konungs hafði hann gríðarleg áhrif á stjórnmál. Þessi ríkisstjórn veitti Havas einkarétt á aðgang að þáverandi nýja símskeitakerfinu. Innan 25 ára með stuðningi stjórnvalda útilokaði Havas allra keppinauta og náði þannig einótkun sem frönsk fréttastofa með alþjóðleg áhrif. Þá stofnuðu 2 fyrirverandi starfsmenn Havas sínar eigin fréttastofur. Það var Reuters og Wolf. 1856 gerði Havas samráðssamning við þessar 2 fréttastofur og síðar einnig við DPA og sendiráð og fréttastofu Þýskalands, BPD. Þetta var svona, já. Og þá komu aðrar svæðisbundnar fréttastofur, voru einnig innlimaðar í þetta alþjóðlega fréttastofu einokunarfyrirtæki. Síðan gekk AP, Associated Press, ein stærsta fréttastofan í Bandaríkjunum til liðs við fyrirtæki. Og í dag höfum við 3 helstu fréttastofur sem veita heiminum upplýsingar og þær eru allar byggðar á Havas. AFP, AP og Reuters. Þýska fréttastofan fær upplýsingar frá AP, skiljiði. Og það er til frasi sem að segja rétt kann Havas eða sem þýðir hann veru ekki tala neitt bull verið eignu Havas í 160 ár. Það er alltaf Havas sem þetta. Í kjölfar þessar uppljóstrana er okkur ánægja að kynna fyrir okkur. Elias, sonur minn, gerir þetta. Við ætlum að kynna fyrir heiminum forritað frímúrara heimskort sem sýnir allar upplýsingar sem ég get ekki fjallað hérna vegna tímaskorts. Við erum ekki bara búin. Þið eru til í meira, ekki? AZK og Klativi teim okkar hafa í fyrsta áfanga rannsakað það bil 100 frímúrarasamtök. Áhrif frímúrarareglunar reyndust enn miklu víðtækari en áður var talið. Þetta er eins og botluð skrifja. Þess vegna er upplýsingamagnið sem kynntir í dag einfaldlega næsta skref í öllu þessu ferli að afhjúpa sannleikann. Hins vegar, ef allir óháðir
vísindamenn og upplýsendur leggja sitt að mörgum til viðbóta þekkinga sinnar á þetta frímúrar heimskort, mun heimsmyndin smám saman koma fram. Eitthvað sem að þetta grunnlausa alþjóða samfélag einfaldlega verður að þekkja. Við erum bara rétt í hausnum á kolkrabbanum. Og nú skulum við skoða fleiri þætti, bara alveg að hálsrótinu þar sem armarnir byrja. Því miður við afhjúpuna vinnu þess að alþjóðlega nets tilhneiging til þess að skynja strax nýuppgötvaðan undirhóp sem alla leynilegu heimstjórnina. Og það vegna þess að völd hvers undirhóps eru svo ógnveikjandi víðtæk frá þessum vítum valdreifingar hafa hvorki tryggiverkamenn neini frjálsir hugsuður haft einn raunverulegan skilning á. Þess vegna eru svo margar skilgreiningar á þessari huldu heimstjórn. Fyrir suma þetta Bilderberg-hópurinn, fyrir aðra þetta 300 mannanefndin eða CFR eða fyrir VEF og svo talaði þessi alltumfaðmandi kolkrabba BlackRock, Vanguard, State Street og þess aftar. Og síðan þessi uppljóstur í Magaldi, það kom í ljós, það hefur maður tilhengu til þess að líta á þessar upprunastúkurnar sem leyndardómfyllstu stjórn heimsins. En í rauninni eins vegar svo að öll fyrrnefnd frímúrarasamtök tilheyra einum og sama klúbbnum. Auðvitað þetta fólk að rífast hvert við annað en þegar upp staðið þetta bara eitt klúbbur. Við þurfum bara að skilja að það sem við erum að tala sem samkeppnisbarátta, hvort sem það stjórnmálaleg, efnahagsleg, viðsættaleg, trúaleg og jafnvel hernaðarlegu stigi í raun og veru aðeins mismunandi hlutverk eins og sama heimsyfirráða kerfisins. Bara alltaf þessum stríðsleikjum með fórnum. Ef við skoðum þessi frímúrarasamtöku í píramídaformi sínu frá toppi til táar, þá erum við einfallega að fylgja þessum rauða þræði valdakerfisins með þessum skýrt skilgreinda ábyrgðasviðum þeirra. Þetta allt saman stofnanir sem bæta hvor aðra upp frá einum og sama wannabe heimsyfirráða klúbbnum. Efst á píramídanum ríkir svo kallað þriggjamannaráð. Og hvað það? Jú, í þessari Ósíris stúkunni. Getið þið tengið það? Tengt það? Þess vegna var þetta svo mikilvægt að við skildum þessa uppbyggingu. Og hérna sérðu þetta bara í þessum nöfnum aftur á þessum stúkum. Ég hef látað sagt mér að ég var að heyra það að kolkrabbi væri með 3 hjörtu. Að veiðimenn hafa sagt mér þetta. Ef þú skýtur í hana með undir, þá hann ekki döður. Hún heldur áfram. Og ef þú tekur utan einn arminn, þá koma hinir og glípa þig. Og þú getur bara drepið kolkrabban á einni leið, menn þú tekur og að snúa hausnum við, þannig að hjartan liggja úti. Mér líst mjög vel á þessa mynd. Fyrst þessa þriggjamannaráð í Ósíris stúkunnar. Það þessi 3 höfuð, Rothschild, Rockefeller og Windsor ættirnar. Þetta hjörtun. Windsor ættin hefur stjórnað Bretlandi frá árinu 1917. Á eftir þessum 3 kemur 13 mann ráðina 13 í Hórustúkunnar. Þetta fulltrúar 13 erfðaættar undir formennsku höfuðs Rothschilds fjölskyldunar. Á eftir þeim kemur 33 manna ráð Heliópolis-stúkunnar. Þetta tölum við allt aðan. Þetta 33 fulltrúar erfðaætta og valin einstaklinga undir formennsku höfuðs Rockefeller fjölskyldunar. Síðan kemur nefnt hinna 300
undir formennsku bersku konungsfjölskyldunar. Í þessum hópi eru meðlimir svarta aðalsins og ríkustu fjöldu vesturheimsins sem eins og kunnugt hafa notið þess að stjórnum sínum aldarsamar. Nokkur þekktar meðlimir eru sýndir í bakgrunni. Þarna eru þið með þá. Á 5. stigi starfar CFR, Council of Foreign Relations. Frumkvæði átti að stofnun ráðsins utanríkismál rakin til Rothschild fjölskyldunar, en fjármögnun rakin til Rockefeller fjölskyldunar. Þú getur séð mikilvæga stefnumótanda CFR í bakgrunni. Og þetta meiri segja einn þekkti CFR meðlimur Jeffrey Epstein. En jafnvel uppbrunna stúkurnar 36 sem kom ekki upp fyrir árið 2015 eru sagðar hafa verið stjórnar af sömu einstaklingum. Allstaðar sjáum við sömu hópa. Þetta kemur Bilderberg-hópurinn sem stofnaður af David Rockefeller og Henry Kissinger, eða þríhliðanefndin sem rekur uppbrunnin sinn til David Rockefeller, Kissingers og Zbigniew Brzezinski. Á 8. þrepi valdastiginn klífur frímúrarinn Bill Gates með Gates-stofnun sinni sem hann styrkir. Með Open Society Foundation sem það stofnun George Soros, Rockefeller stofnun auðvitað, stofnun Rockefeller fjölskyldunar og svo framvegis. Sjáðu, en það ekki fyrir að þessum tímapunkti sem einstakir armar kolkrabbas hefjast, þó að rauði þráðurinn geti verið örlítið mismunandi eftir því hvaða griparm að ræða. Tímans vegna mun ég aðeins sýna stofnendurnar og endurtekin öfn í bakgrunni. Innan hvers þessara kolkrabbarma eru líka stofnanir á efsta stigi, eins og til dæmis í efnahagsmálunum, stærsta eignastýringar og stríðsæðingar félag heims, BlackRock og VEF, Alþjóða efnahagsráðið, og í pólitíkinni það UNO og Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin. Og einn tegur kolkrabbarmur tegir sig því miður ekki aðeins í gegnum stjórnmálakerfi okkar frá hægri til vinstri, heldur einnig í gegnum dómskerfið okkar, lögin okkar og alþjóða dómstóla. Þessi hryllingur fyrri og seinni heimsstyrjaldarinnar skapaði nauðsyn og viðurkenningu fyrir innleiðingu alþjóðalaga. Frá upphafi var frímúrarreglan bæði drifkraftur á bakvið skipulækningu þessara styrjalda og leiðandi persóna í þróun alþjóðalaga. Og þetta endurspeglar langtímastefnu háttsettra frímúrara og satanistans Albert Pike. Ég ætla að nefna röð frímúrarastofnana og samtaka sem eru undir sterkum áhrifum frímúrara án þess að einhvern veginn að rökstyðja eða leggja fram einhverja heimildir. Hins vegar eru öll sönnunargögn á nýja stafræna frímúrara heimskortun okkar í smáatriðum, þar á meðan viðkomandi stofnenda eða tengsleira, dagsetningar og aðra mikilvægar upplýsingar. Eitt smellur og þú alltaf einu stað. Ok, nú höldum við áfram. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, allt saman frímúrarastofnun, Alþjóðadómstóllinn, Alþjóða sakamáladómstóllinn, Evrópudómstóllinn, og svo tökum við á nokkur þemu fyrir og þið sjáðu stofnfeðrana birtast í bakgrunni. Með því að smella heimskortið færðu aðgangað öllum rannsóknum KLAD-TV og ATK á þeim. Þetta eru frímúrarastofnanir og þetta er óþýtt en þarna eru fyrirtæki og stofnanir sem eru tengdar frímúrarum á einn eða annan hátt. Ég verð bara að vísa á heimskortið.
Sjáðu kæru vinir, við getum haldið svona áfram í marga klukkutíma, en þetta ætti að duga í dag. Hvað þessi litur black kemur oft fyrir? Að þið tekið eftir í hvernig bíómyndina verður alltaf djöfulegri og satanískari. Að bara alls konar sataníski viðburðir koma á svona upp, að við séum hvernig þessi samhengi virka. Hér getið þið fara að tengja saman. Þetta allt saman eitt mjög stórt lógíst hvernig þessi satanismi, hann heldur áfram að leysa allt upp. Þetta ekki bara einhver náttúrulega atburður, heldur hreinlega bara samsæri og í raunveru akkurat það. Þegar þið hugsið til þess að þessir heims yfirráða ofstækismenn eru helstu hvatamenn og hagnaðarsmiðir nánast í allra helstu styrjalda fortíðarinnar, fara bara aftur á bak til Napóleons. Og þeir hugsið ennfremur til þess að þessi sömu hópar hafa þróað heildstæða áætlun til að taka allar þjóðir jarðar eignanámi og neða þær til algjörs eftirlits. Þá þegar maður hugsaður það geti aðeins lagt til í staðins að fara í stríðin þeirra, því þetta eru þeirra stríð og verða fórnalöfum bólusetningabrjálæðins þeirra, loftslagslega, eignanáms áætlana og þess áttar, ættum við frekar að draga allt þetta leynilega net fram í dagsljósið og láta óháðan dómstól rannsaka það ítarlega, bara alveg niður á grunn. Og ef það sem sagt hefur verið í dag verið staðfest, að draga það fyrir rétt. Þetta bara byrjunin. Þetta á eftir að fara svona miklu dýpra, en við bara köllum ykkur til með sko, ég vil undirstrika það er ekki hægt að yfirbuga þennan einulega kolkrabba með mannavopnum. Ómögulegt, því þeir hafa til dæmis NATO sem leynilegan einkaher sinn. Og þess vegna, þegar þessna þurfum við mjög brýn þörf á alþjóðlegri vakningu fólksins. Við þurfum algjört gagnsæi í þessum málum og jafnvel að algjöra höfnun á stríðsæsingum þeirra og blekkingakerfum. Og það sem nú þarf er eining blektra þjóða í virkni, samvirkandi mótspyrnu. Og þetta getur aðeins gert ef allt fólk frá öllum þjóðum, frá öllum trúarbrögðum, heimspekjum og geirum stjórnmála, vísinda og hagfræði, menningar verður virkt. En þessi sataníski setur og söfnuður sem hefur verið rætt hefur unnið ítarlegt starf í aldir. Þeir hafa vísvitandi verið að etja öllum fyrrnefndum hagsmunahópum gegn hvor öðrum og stjórnaði til sinnuleysis og losta hvata til fjölmiðlum og sínu frambúði. Bara þessum reynum félögum aðeins tekið að skapa alþjóðlega einingu í einu tilliti, nefnilega þeirri trú, ég er ekki að tala um fótball, það nú kannski aðeins annað, en nefnilega þeirri trú svo skoðun að maður sjálfur get ekki gert neitt lengur. Að einhver frelsari eða einhver lausna utan verði að koma til að binda enda á þessa algjöru ringulreiðan niðri. Og því miður ríkir þessi samrænda skoðun í öllum trúarbrögðum og heimspeki og einnig í grundvöllum hjá hverjum einasta meðalborgara heimsins. Ég fullyrði að það sé hvergi meiri sameining í heimi undir þessu, það er ekki hægt að gera neitt. En þessari óvirku væntingu hefur vísvindandi verið sáð og komið markvisst í gang. Alltaf þegar þú tala við einhvern þetta og beinir sjónum viðkomandi að raunverulegu vandamáli heimsins færðu svarið, já, þetta er alveg hræðilegt, en ég get ekki gert í því.
og því bíða sumir eftir frelsara sínum á himnum, aðrir eftir bandaríkjamönnum, sumir eftir Ísraelsmönnum, aðrir eftir vitnunum 2 úr opinberunarbókinni og svo framvegis. En þetta verður að vera nákvæmlega öfugt, kæru vinir. Nú kallað til þín og mín, hvers einasta borgara jörðu. Við verðum að sameinast. Þú veist, annars mun ekkert virka. Þess vegna segi komið í, standið upp. Þið jarðar borgarar, annars hefjið upp raust ykkar öll saman. Við þurfum ykkur múslíma, við þurfum hindúa, við þurfum bara ykkur hindúa og búddista. Við þurfum ykkur scientológa og mormóna og kristna og fríkirkjufólk. Við þurfum alla esoterika, alla humanista, alla til vinstri og alla til hægri og alla í miðjustjórnmálana. Rísið upp með ykkur, segjum öllum þið vísindamenn og verkfræðingar, tæknimenn, umhverfisverndarsinnar, lögfræðingar, þið óhlutdrægu dómarar, saksóknar og uppvaktir blaðamenn. Við þurfum ykkar. Menningarstarfsmenn, alveg eins og ykkar læknar, kennarar, menntaverur allra fríka. Við þurfum alla. Og eins og ég lagði áherslu á í 2 síðustu, Guð býr í ykkur öllum sem ég hef talað um, í öllum býr hann og hann vill sem kraft allar sína fullkomnar alltaf byrtast í ykkur öllum. Eins og Jesús sagði, þið eigið að verða fullkomun eins og himnesku faðir ykkar fullkomun. Því Guð vill gera eitthvað í gegnum ykkur, allt til fólk að núti. Og við farið ekki að gera einhver trúarbragðastríð meira. Hann býr í ykkur öllum. Og eins og ég hef sagt í 2 síðustu ræðum mínum, getum við enga síður sigrað alla þessa ósigrandi krafta. Nefnilega, með samvirkandi yfirlýsingum okkar skipunum, sem við kallum þetta bænir, við kallum þetta eitthvað sem við tölum út, og klukkan 6 á mótnana til 5 mínútur yfir 6 að við tölum þetta skapandi út á hverju mótni allan heim. Þessar trúabænir koma að stað þeim himnesku hersveitum sem hafa beðið í árþúsundir eftir að við gefum þeim grænt ljós til að grípa inn í. Og nú tala ég um þetta leyndardóm Guðs allan heim. Við erum búin að heyra allar trúarbrögð fela leyndamál sín, en ég ætla að tala um það okkar. Og ef þau eru bara manneskjur og svo hafi réttlætið í hjartanu, hlustið á þessi loka orusta og þessi þetta niðri, hún verður eingöngu háð á andlegu stígi. Og nú ekkert með sprengjur eða hrista sverðin, við erum að tala um alveg andlegt. Og hér erum við ekki að tala um vopn manna eða jafnvel bannvænni vopnum þau sem við þekkjum nú þegar. Nei, við erum að tala um samverkandi skipanir sem allir friðelskandi og réttlætir einstaklingar boða samtímis. Ég ætla að koma með ykkur dæmi. Við byggum þetta til og þetta við tölum út. Allir þið leynifélag satanistar, dæmið ykkur sjálfa, svíkið ykkur sjálfa, tortímið ykkur sjálfum. Þetta mikilvægasta skipun sem við getum látið munni okkar. Og þeir voru á efsta oddi þessum frímúrara hópum. Og þetta vakti þá, og þetta kom þeim þeir gátu bara hrópað áfram. Þeir höfðu 600 síður skrifuðu. Þeir bara urðu að skrifa allt það sem þeir vissu. Og að hverju? Vegna þess að það var eins og eldur hefði komið yfir þá. Og þeir bara voru leittir til þess. Og þetta er andlegur stríð. Hvað er ég að gera hérna? Er ég geggjaður? Við erum að berjast á móti Guði, eyðileggja heiminn, hver er ég eiginlega?
allir þeir leina félagi satanistar, dæmið ykkur sjálfa, svíkið ykkur sjálfa. Þetta getur ekki verið verkefni hjálparvana með bræðra að jafnvel herja að þvingast líka ósveigjanlega einstakling á hnén. Síðasta athöfnin felst í sjálfsdómi, sjálfssvikum og ef engin önnur leið er, sjálfseyðingu. Þannig bregst Guð við að þessum síðustu tímum. Og þetta er leyndarmálið sem þið verðið að þekkja. Svona bregst Guð við, því að þannig stendur það í ómenguðum frumtexta Nýja testamentisins. Þið veit að ég er að þýða þetta orð fyrir orð með öllu og það var líka að talað um þetta fólk. Það var búið að geldana og þýðana rangt. Í opinberunarbókunni 5. kafla 13 er því lýst yfir að í loka umferðinni verði engin ytri nauðung lengur. Því, jafnvel þeir allra verstu munu dæma sig sjálfa. Að þeir munu dæma sig sjálfa, já. Þú getur lesið um þetta sjálf. Og í opinberunarbókinni 18:20 er vitnað um að Guð sjálfur muni framkvæma þennan dóm, hvenær? Leið og hann er talaður af vörum allra réttlátra. Já. Alla þeirra sem hafa réttlætið í hjörtum sér. Já. Af einum munni. Já. Þá mun þetta gerast. Þá mun það, af þessu fólki. Þá gerir Guð eitthvað nýtt. Þetta verður að gerast gegnum ykkur sem ég var að tala upp. Já, þennan dóm þarf að vera kveð upp. Ég skal sýna ykkur hvernig maður tela svona texta. Nú erum við að tala um þessa loka baráttu, þennan Harmageddon í anda. Þessi Harmageddon í anda eða enda tími mun verða birta. Þegar við töpum þessum baráttu, við sem elskum réttlætið, sem við berjumst fyrir ljós og sannleika, ef við töpum honum þessum bardaga, þá mun verða endalok sem okkur hefur verið hótað. En fyrst þá. En ég er búin að þýða þetta allt saman, en þetta tengist því hvort við lærum að tala þetta út eða þetta kemur úr hjörtum okkar og hlustiði hvernig hljómar er svona er hann í raun og veru beint úr uppruna þýðingum. Fagna yfir henni, segir Guð, fagna yfir henni, þú himinn, og þér heilugu sem eru tilbúnir, því Guð hefur rekið réttar ykkar á henni. Það er þá Guð sem rak réttar okkar á henni, eða Babylon. Og þannig kemur þetta fólk sem er búið að vera að elta okkur. Og ég skildi aldrei almennilega akkur fordæmið með kirkjan vegna þess að ég er að gera hluti ókeypis fyrir fólk. Og ég bara fattaði það ekki. Það var einhvern veginn, ég skildi það ekki. Það hljóta að vera einhverju úlfar í Sauðagæru og þá þýddi ég þetta. En Guð mun gera þetta fyrir ykkur. En við segjum, hann Jesú drottun, hann kom á réttum tíma og hann bara bíma okkur upp í skýin. En þvert á móti. Guð kemur út í gegnum okkur, í gegnum þig. Hann kemur, en í gegnum þig og í gegnum mig. Og hann kemur eins og hann vill. En ekki svona eins og gerir eitthvað og kemur blóð og Guð hefur dóm sinn framkvæmt á þeim. Og það er þessi dómur sem við lærum að tala út. Dæmið ykkur sjálfa, verið að whistleblowers, svíkið ykkur sjálfa. Við ætlum ekki að taka neina sveðjur í hönd. Það er ekki okkar. Við skulum tala upp þennan dóm í fullri trú. Bara, ég ætla að segja ykkur frá þetta er bara eitt af því sem við gerum einn af þessum dögum sem við gefum ykkur seinna. Ég ætla að lesa ykkur þetta. Svona er þetta þá bara að mótni allan heim. Eins og sameinað úttalað koma hræsnarar skríðandi að beðnir viður kenna hverjum hvað er að kenna.
æpiði nú út allan heim, hve eituð sjóðum öllum þeim og gæslu fólksins vörsluhjörð þið umbreytuð í svikamörð. Og nú kemur aðalatriði. Ykkar frelsis eldur svo funar heitt, unstið fræðið hvert það eitt, sem vitað lý og svik, af hverjum leggur glæpafnik. Svolítið svona skaldrætt, en svona þetta. Ég segi ykkur, náðu ykkur í þess að 31 dags boðunarbækling. Þið finnir niðurhalshlekkin í lokin og við setjum hann, þegar við setjum þetta upp á netið, látum þetta fylgja með. Og það skulum við nota þetta tækifæri sem himinin lofaði okkur á hverjum degi og svo getið lesið meira þetta í bæklingum. Á þennan hátt munum við vera í að minnstakosti 5 mínútur á hverjum degi eða 15 mínútur eða getið í hverju landa jörðinni á sínum tíma frá klukkan 6 til 6:15 og svo þeir sem að vilja fara vilja fara dýpra á þetta og alveg með líkamlegri lækkun. Þess vegna þökkum við okkur fyrir þolinmæðina og taka þátt í þessari samverkun. Ég elska ykkur, við elskum ykkur og við þurfum að okkur halda. Og við þurfum okkur, og ég segja vandur að segja, ég heiti Ivo Sasek og hef staðið frammi fyrir Guði síðan 1977. Takk pabbi fyrir þessa ótrúlega vel rannsökuðu og yfirgripsmiklu ræðu. Ykkur leið örugglega eins með rann kalt vatn milli skinns og hörund nokkru sinnum á meðan ég hlustaði eins og bergnum minn á þetta, geggjað. Undanfartan daga hef ég séð hvað mikið þú þurftir að berjast fyrir þessari ræðu. Takkaði kærlega fyrir. Þú ert búin að segja það og þetta var örugglega þess virði. Já, eins og ég er búin að tilkynna langar mig til að sýna ykkur nánar hvernig þessi frímúrar rannsókn ykkur öllum aðgengileg. 100 manns hafa unnið að þessu verkefni. Þetta er einstök uppljóstrun frímúrara. Frá hugmynd til rannsóknarinnar, allt hefur í tæknilega útfærslu, tók það mánaða hörku vinnu, en við munum kynna ykkur niðurstöðuna núna. Við höfum sett saman rannsóknina fyrir ykkur að Vetopedía, frjáls alfræðirit mótrætana. Þið finnið hann á www.vetopedia.org og ég vil nú sýna ykkur hvernig heimakortið virkar, hvernig heimskortið virkar, hvernig það er uppbyggt og gefa ykkur einnig nokkur hagnýt náð notkun þess. Já, ef þið farið á vetopedia.org þá sjáum þið hérna alla flokkana og við smellum hérna á flokkin frímúrarastofnanir. Þessa síða mun fylgja okkur inn í daginn í öðrum flokkum. Þá eru hér 2 viðmót fyrir þessar frímúrarastofnanir, annars vegar sem heimskort og síðan sem listi. Hvortvekja sýnir nákvæmlega þetta, heimskortið sýnir nákvæmlega 100 frímúrarastofnanir. Leiðtogi rannsóknarins sagði í gær að þeir eru barist fyrir að ná virkilega tölur 100 og ég tókst í gærkvöldi. Sem sagt, 100 frímúrarastofnanir þarna. Og ef maður fer á músin virkar ekki alveg? Já, einmitt. Ef við fer á lista, þá það sömu niðurstöður þar að finna. Einfallega annað viðmót til að mæta ólíkum þörfum. Ef maður þysjar hérna inn á heimskortið, við þysjum hérna til dæmis inn á New York. Hérna sér maður allar stofnanir og getur einfallega smelta á þá stofnun sem maður vill. Þetta klikkar til dæmis hérna á BlackRock. Það kem ég að stuttum texta og ef ég smelti hérna á, fer þetta yfir í listaviðmótið og hér sjáu þið virkilega, hér allt nákvæmlega útskýrt. Þetta gríðarlega vel orðað og búið að vinna úr þessu eins og maður þekki frá fagtímaritum. Og í lok greinarinnar finnur allar heimildir og hvernig tengingin við frímúrarana. Þetta allt mjög vel uppbyggt og gert sýnilegt fyrir allar þessar uppljóstranir.
Þú getur notað síðan til að framkvæma eigin rannsóknir og þrengja út frá vaxandi fjölda sprotafyrirtækja alveg eftir í hvað þú ert að rannsaka. Ef þú vill til dæmis einskora niðurstöðunum við hryðjuverk, sjáu því, þá aðlaga sig heimskortið að því og þú fær eingöngu leita niðurstöður með herflugvéla tákninu sem á við hryðjuverk. Þessar síður hjálpa líka til að takmarka þennan sífellt vaxandi fjölda og aðlaga að þörfum ykkar. Þetta heimskort er uppsláttarskjal og alfræðirit fyrir blaðamenn, sjálfstæð fjölmiðlafyrirtæki, ritstjórnir, rannsóknarblaðamenn, höfunda og svo framvegis. Þetta yfirgripsmikla verk ætti híklaust að fá dreifingu út allan heim og öllum er heimilt að nota það án endurgjalds. Ég vil gefa okkur nokkar hagnýtt ráð hvernig þetta geti litið út í náinni framtíð. Segjum svo að þú setja útbúa fréttaflutningum G20 fundin sem fer fram 22.–23. nóvember. Allt sem þú þátt að gera bara er að slá G20 heitin leitavélina og síðan getur þú flett upp öllum rannsóknum hennan G20 hóp og síðan tekið bara hluta úr þessari rannsökuðu grein. Allt er þetta fyrir þessa frjálsu nótkun. Ef við til dæmis fjallum loftslagsráðstefnuna Sameinuðu þjóðanna þann 10. nóvember sem var til nokkra daga, slæruðu einfallega inn bara UNO í leitareitin og sér alla stofnanir sem tengja Sameinuðu þjóðunum, þar að meðal UNICEF eða UNESCO, sem þið getur tekið með inn í greininn ykkar. Það sama gildir öryggisráðstefnuna í München í febrúar 2006 eða Bilderberg-ráðstefnuna. Sláðu einfallega inn það sem þú þarft í leitareitin. Auk þess má segja með Bilderberger, það finnur mjög áhugaverð fylgiskjöl, til dæmis lista yfir alla þátttakendur af Bilderberger-fundum frá 1954 til 2025. Einnig mjög upplýsandi skjal. Allt er þetta aðgengilegt í þessari alþýðubók og frjálst til notkunar. Erlendu tungumálin frá og með deginum í dag er Wikipedia tiltækt á 21 tungumáli. Ef þú smellir hérna efst til hægri, geturðu valið það tungumál sem þú vilt. Reglan er sem svo sama í öllum flokkum. Þú skiptir alltaf tungumál á sama hátt. Ég vil til dæmis spænsku hérna. Þá er það þýtt á spænsku fyrir mig. Og þú getur alltaf séð hérna ef eitthvað hefur ekki verið þýtt, þá ertu hérna með hnapp, til dæmis traducir el español, ef þú smellir á þetta þá verður það þýtt á spænsku. Og þannig virkar það öllum tungumálum, svo þið getur verið dreift allan heim eins mikið og mögulegt. Síðan ykkur er velkomið að deila ykkar stofnunum og ykkar þekkingu með okkur. Eins og pabbi minn hefur sagt, hjá Vetopeti er það alltaf þenni uppbyggt að efst til hægri undir yfirskriftinni er eitt svæði. Hér stendur skráðu stofnun, smelt á það, senda okkur upplýsingar þínar, ritstjórnarnir munu fara yfir að sannreyna og vonandi samþykja. Líka, ef þú vilt skrá frímúrarastofnun, ef þú ert með á kortinu, neðst til vinstri er lítill hnappur sem kallast Edit Entry eða Add. Þar opnast einnig eyðublað. Þú getur senda inn viðbætur við efnið þar. Ritstjóra teymið mun svo fara yfir það og bæta því inn í alfræðiritið. Svona er þetta í stuttu máli. Smellið ykkur áfram og verður hluti af þessu ótrúlega verki. Jahrhunderte alt, geheim und versteckt, Fäden gezogen und Pläne ausgeheckt, in Logen und Bünden an die Hebel der Macht, ganz subtil unterwandert im Nebel der Macht.
Unsere schöne Welt liegt im Netz der Logen gebannt. Gefangen wie eine Fliege im Spinnennetz unser Land. Weltherrschaft Clubslicken jetzt das Rad mit Zeit. Komitee der 300 Bilderberger, ihre Arme reich und weit. Der größte Umbruch aller Zeiten ist im Gange. Weltumspannend, gigantisch, wir warten schon nicht lange. In allen Ländern stehen Kämpfer des Lichts bereit. Mach du deinen Stab, es ist soweit. Nie zuvor waren wir so nah dran. Jetzt kommt Licht in alle dunklen Ecken. Nicht irgendwann, nie zuvor waren wir so nah dran. Alles lückenlos aufzudecken ist unser Programm. Wenn du das tust, hast du Power ohne Ende, möge Herrscher fliehen. So kommt die Wende, reih dich alles Lied in unsere Kette. Befesseln wir das Böse jede Wette. Spot on, auf den Krakenkopf fällt Licht. So werden seine Krakenarme lahm, verlieren ihr Gesicht. Auf uns gelegte Depression kommt über sie. Und Verwirrung aussichtslos, wie noch nie. In ihren eigenen Netzen werden sie verstrickt. In ihre eigenen Stricke fest verzwickt. Die Panik, die sie schüren auf sie selbst, wendet sie sich jetzt. Unsere Erhöhung kommt und auch Ruhe zulässt. Der größte Umbruch aller Zeiten ist im Gange. Weltumspannend, gigantisch, wir warten schon nicht lange. In allen Ländern stehen Kämpfer des Lichts bereit. Mach du deinen Stab, es ist soweit. Nie zuvor waren wir so nah dran. Jetzt kommt Licht in alle dunklen Ecken. Nicht irgendwann, nie zuvor waren wir so nah dran. Alles lückenlos aufzudecken ist unser Programm. Wenn du das tust, hast du Power ohne Ende, möge Herrscher fliehen. So kommt die Wende, reih dich alles Lied in unsere Kette. Befesseln wir das Böse jede Wette. Nie zuvor. Jetzt kommt Licht in alle dunklen Ecken. Nicht irgendwann, nie zuvor waren wir so nah dran. Alles lückenlos aufzudecken ist unser Programm. Wenn du das tust, hast du Power ohne Ende, möge